Fjögur, það föstudagurinn 8. febrúar. Auðun Blöndal heiti ég og situr í mínu sæti. Og já, við erum ekki með fullmannaðan bát í dag. Einn sjóarinn okkar farin í sjómannsverkefni, en það allt í lagi því að litli bróði þáttarins Rikki G. Blettur mættur í hans stað. Vertu velkominn Rikki G. Þakka þið fyrir, Kútur. Richard Gere eins og þú kallaður þú ferðast til Bandaríkjanna. Rétt. Hvað hefur komið átt til Bandaríkjanna? 0 sinnum. Það þetta ótrúlegt. Þú verða fertugur og aldrei komið til Bandaríkjanna. En aftur á móti þá er það á döfunni. Já. Það svona eitt af bucket verkefnum mínum að það að koma mér til USA. Þannig að það á bucket list að koma til Bandaríkjanna. Að því mér hefur verið sagt að það ekkert meira swag en að vera með dollara í vasanum. Það ekkert meira swag. Bara svona að leika sér svona með dollara bara svona í vasanum, það sé ógeðslega gaman. Hver orðaði það þannig við þig að það var ekkert meira swag þegar ég þarf að heyra hans í honum? Manni, ég held að vera Steindi. Ok, en hvert til Bandaríkjanna? Hvert langar fara? Sko, það eru 2 staðir sem ég myndi langa að ferðast fyrst á. Það er náttúrulega New York og Las Vegas. Já, það eru 2 alvöru staðir. Já, ég myndi vilja byrja þetta almennilega. Miami Gilsi, hann orðin grjótharður. Ég myndi reynda að taka Miami, ég veit ekki hana það. Ég myndi alveg klárlega vilja fara þangað líka. San Francisco. Já, en það eru nokkri staðir í Bandaríkjunum. Kallt í New York, maður er með trefil og í frakka sko. Nei, ekki þú ferði í, þú veist, mæ, júni eitthvað svo. Já, hlýnar ef maður fer seinna. Það mætti alltaf voru að vinna við þetta. Það eru blöður í stuði í dag. Það er bara þannig geggjað. En já, við erum með rosalega þátt, kæru hlustendur. Ég ætlaði nú reyndar ekkert að bara tala við Rikka. Fyrirgeðu þetta, Þykki. Hvernig ert þú? Þykki, ánægð með þetta. Það að kalla mig það aftur? Nei, líst vel að Þykki eru aldrei betri. Það er gott að heyra. Ég valdi sér Gilsan eins æðaðan og þessa myndir sko. Svo ertu líka voðalegt brúnn eitthvað. Þú ert samt svona kakóbrúnn. Þú varst ekki ljósvið með það útlöndum með það. Ég er hættur að fá ljós. Ég fór ljós síðast 2012. Já, en ég nota technology. Hvaða technology? Ekki ert í brúnkakrem? Ég fer í spray tan. Spray tan. Ég stend bara og sprayaður, handsprayaður. Já, ég var alveg séknir spray tan. Og eftir 3 mínútur ég beautifully tanned. Já, það samt alltaf smámunur. Ekki þá lítið vel út. Já, þetta er ekki dreis og að vera og tenni í 6 mánuði, sko. Í átökin okkar haustið 2017 þá fór ég mikið í ljós og svo endaði með það var einhverju blettir fyrir að litast það ég hætti. Já, þú varst svolítið mikið fyrir ljósinn, Rikki. Ég hætti þessu. Varstu grimmur ljósunum? Já. Hvað stóður varstu að vinna með? Ég var að vinna með sæluna í lindinni. Ok, barst á þau eitthvað krem? Já, ég var svona bara á með eitthvað svona hitakrem og ég man, það var eitt sinn í ræktinni sem ég sagði Rikka, Rikki, nú verður þú bara að fara að stoppa þessi ljós. Hann var orðinn eins og handrukkari svona í kringu 2011. Var hann vel brútt? Já, alveg bara eins og hann var búin að láta gera eitthvað vissi. Ég var nú samt ekki að fara oft, ég var nú bara að fara eitthvað 2 í viku. 2 í viku, ekki oft. Hvað er oft? 5 í viku eða? Nei, ég er ekki 2 í viku eðlilegt. 2 í viku, ég er fótt daglega eins og sko. Í alvöru? Veistu varst á raskatinu þannig í bekknum það? Já, ég var reyndar á því. Alltaf á raskatinu? Já, veldur ekkert far? Nei, en svo bara sá ég þegar blettirni fór eitthvað að vera dekkri, þannig ég þá bara snar hætti þessu. Já, þú snar hættir og það er gott að heyra. En við ætlum ekki að ræða ljós og Bandaríkin í allan dag. Við erum með rosalega þáttandi ykkur kæru hlustendur. Það er annars vegar meðurinn fyrir Cash sem ég sé í dag. Við fáum að heyra einhverja 2 slöppustu eftirhermur allra tíma hér á eftir Ég kaupi það ekki. Hann geggjað Ég panikaði. Hann stressaði. Tók hann í Christopher Walken, hann er mjög góð þar. Hann tók Christopher Walken. Ég panikaði. En ég get alveg lofaði því ef að ég hef ekki sagt þér þetta að vera Christopher Walken, þá að þú aldrei geta giska hver þetta átt að vera sko. Ég veit ekki það, ég panikaði í bæði skiptin. Akkur panikaður? Ég veit ekki, ég fór bara að vera stressaður og ég veit ekki hvað. Og hringdu eitthvað? Sko sérstaklega fyrri röddin sem Christopher Walken, ég veit bara ekki hvað það var. Þú ert samt mjög góður sem Christopher Walken, sko. Ég vil hrósa Rikka, en það er ekki að segja sem mjög góður. Er Christopher Walken þeirra? Þegar Rikki að taka það, sko. Sko, málið er, ég valdi kannski ekki bestu eftirhermunar. Ég hefði átt að velja mína sterkustu. Já, svo notaði hann líka, hann tók gamlan og góðan Forrest Gump og ég svei með það var kannski skárra en Christopher Walken, en hann var engin 10. En sem orðað þannig, þegar þetta verður spilað, þá verð ég ekki í stúdíónu. Svo erum við með Kortmyndur frekar og Rikki, þú tilkynnti mér áðan að þetta verður rosalega Kortmyndur frekar. Ég ætla að viðurkenna það. Ég hef oft setið í þínu sæti og leist þig af, en ég held ég hef verið að toppa mig hérna. Það er gaman að heyra. Já, fyrir að spurningakefni Gilstarans og sínast að hvað eru að vinna með King of Valentine's Day. Já, það steytist í Valentínsson dag. Já,
Hvenær hann samt? Fimmtudaginn í vikunni, eða sérst eftir 6 daga. Já, ok, já, þetta Rikki er með síðasti bara sjó- 14. februar. Rikki áttur að pakka þau saman, hann veit nákvæmlega hvernig þetta er. Ég var ekki viss. Valentínusdagur, hann er 50 næstu, er hann alltaf 50 með það? Hann er, nei, ég held að það sé bara alltaf 14. Já, þetta er ekki eins og með öskudag og svona kæftæði. Nei. 14. feb, Já, það er Valentínusdagur. þá fær Ríkard á bak, það er eitt sem er örugt. Það Erðu, er bara hérna, byrjum við ekki bara á lægjan? Já, svo erum við með Sturla staðrendir, skrákandir úr Clubbed Up, þeir koma í heimsókn og ég held að það sé nú bara heitasta hljómsveit Íslands í dag, sveið með þá. Mjög heitt. Já, við erum með spurt og svara stendur hérna líka. Já. Hvenær laumaði sér, hvenær náðu það að lauma sér í? Er það bara þegar ég er í þáttunum með það? Ég hef ekki fengið það lengi. Nei, þú færð það aldrei, sem sagt spurt og svarað. Er búið að vera að dælast Já, inn hjá þér? búið að vera helviti mörg e-mail í morgun. Já. En það er nú ekki búið að vera að auglýsa mikið að ég sé Jó, hérna. blöð að setja á Instagram í gær Já. að þú væri með Já, og ok. eftir það fylltist Já, innhólum ok. Já, þannig að Það með ekki báða spurningar verða mig. Mikið af fólki frá Austurlandi að senda mér e-mail. Já, við erum mjög stórir á Íslandi. Já, vinsæli Og það. við ætlum að leysa nokkuð vandamál. Til í það. Má ég giska, er þau vandamál í eldúsinu eða? Beitur Rikki. Þessi Egill. Fattum ekki byrjaðar og þú ert komin bara í eitthvað Ég veit panic. bara hvernig þessi gæi er, sko. Þú vilt ekki vera í spurt og svarað, þú vilt ekki vera þegar þú ferðu í eftirherfina þínar. Ætlar að vera eitthvað með okkur eða? Jú, í hinu kynningunum. Hinum kynningunum. Og eins og heyrið, kæri hlustendur, við erum í gýr, vonandi þið líka og fylgið okkur eftir hér til, 6 í dag. Ég ætla að byrja þetta hins vegar á einu gömlu og góðu. Wow. Þetta eru Tupac og Elton John. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 Blu á FM 957 í dag er 8. februar og við erum í góðum gýr hér í stúdíónu. Rikki G, Egill Gils og Auði Blu og er ekki komið að slúðri. Jú, þetta er alvöru lag, Get og Gospel. Ég Það er búin rétt hjá að þér. gleyma hvað er gott. Og talandi um gott lag, við ætlum ég glemdi því aðan, við ætlum líka í flottulagkeppnina. Já. Ég er setna í þættinum. Hún hefur ekki verið lengi, þannig að það verður spennandi. Og gott þema, lagi verður að vera íslenskt ekki. Það er í fyrsta skipti bara í þessum þætti eða ekki? Jú, ég hef ekki mikið verið að vinna með íslenskt í Íslenskt. flottulagkeppninu. Íslenskt, já takk. En ég er með slúður og ég er með ágættispakka. Ég ætla að byrja á því að, jarða þig, Egill. Það er svoleiðis. Já. Ok. Þetta er svolítið, þetta er svona ágætis kjaftsök á þig Gott að vera. og kjaftinni þér hérna í síðasta þætti. Ok. Fatalína Justin Biebers seldist upp strax. Nei. Já, fyrsta sem að Egil Fyrsta sagði hér í upplag. síðustu viku var að það er ekkert nóg að vera bara Bieber og ætla að fara að fjárfesta og hann sagði þetta myndi fara inn the shitter að þetta var svo vond nafn. Fatalínunars? Já. Og það er búið að selja henni upp? Já, hún er uppseld. Býta aðeins til að skrifa hérna Er 1-0 fyrir ef þú- Bieber. Ef þú byrjir með fatilin á morgunblöð og gerir 10 hlýrabóli og línan heiti blöðraskat, ég get lofa að þú selst upp, sko. Þú seljist ekki upp, eða? Ég skal lofa því, hann var ekki bara eitthvað 10 hlýrabóli, sko. Þetta er eitthvað Þetta var heil lína. Þetta er eitthvað lesnasta plögg taktík sögðu. Hörðu, við erum bara seldir upp, því miður. Ég veit ekki henni, hvað heitir þessi lína hjá Bieber? Hún heitir Drew. Nei, það var eitthvað lengra Það er nafn á þetta. millinafnið hann, sko. Hvað var ekki eitthvað meira að nafn á þetta? Þetta var Já. eitthvað lengra og leðilegra. Nei, þetta er svona. Hvað myndi mín fatalína heita Egill? Það er ekki Rikki bara. Rikki er alveg alþjóðalegt. Já, Já. áðinspunktur. Það er ekki. Og maður sé búin að finna þetta hérna. Hvað heitir þessi? En já, hún er Ömurlega uppsett lína. og það er verið að vinna að næstu línu. Þannig að Þetta tók áðan á nokkra Justin daga. Bieber að rota kilsarana einn, sko. Fyrir K.O. Já, hann seldi 10 hlýrabóli. Nei, hann seldi ekki 10 hlýrabóli. Ég get alveg lofaði því. Það var miklu meira. En svo er það, talandi um Justin Bieber, að þá er meira um hann hér í slúðrunu. Því að eins og við höfum oft komið inn á áður í þessum þætti að þá er hann búin að giftast henni Hailey Baldwin. Já. Og sem kalla sig að gengur núna undir nafnunu Hailey Bieber. En sko, þetta er þau voru í sínu fyrsta svona alvöru viðtali við, þau voru svona forsíðu viðtali við Vogue. Og þau giftust eftir að vera búin að stutt saman. Og þau eru núna búin að viðurkenna að ein svona aðal ástæðan, eitt sem að spila stórt inn í er að Justin Bieber var búin að lofa sjálfum sig því að lifa skirlífi fram að brúðkaupi. Og hann var víst ekki búin að stunda kynlíf í heilt ár áður en að þau gerðu það eftir að þau giftu sig. Ég kann mest að kæfta það sem ég hef heyrt, en allt í lagi. Akkur ætti hann að vera að ljúga því. Hvað er það? Var ekkert allir jafn græðir og þú ekki, sko. Það er bara verið í skýrlíf í 1 ár eða? En svo segir hann. Já, trúir því bara það? Já, því að hann er hann svo trúaður. Myndur þú trúa því ég myndi segja alltaf að vera 1 út árið eða? Nei, af því að þú gætir það ekki. Justin Bieber getur alveg sleppt í að stunda kynlíf, held ég, Það er vel græður. Er hann vil trúa, elskar hann Jay-Z núna? Já, það var trúin sem leiddu þau saman og það var svona þau kynntust aftur, þau voru eitthvað að hittast og svo kynntust þau aftur í einhverjum svona trúar
hvernig orðaði þetta, ég er að lesa þetta á ensku. Þetta var svona trúarbúðir basically, nástbæðin svo svona sunnudagsbúð eða sunnudagsskóli eða Fór okkar fram með mér, Bieber þurrkaus eða? Nei, hann drekkur, það gerði það. Okay. Þannig að, já, þau eru bara hamingjusamlega gift og En ég veit að fyrir mér, byrja að stunda kynlíf. Fyrst að gengur svona vel með línun hans Já, Drew House já, Drew House, alveg rétt, sorry. Drew House Er Stephen Baldwin, er hann mögulega markasjórun hann hjá Bímasína? Ég held að bara Stephen Baldwin, hann er svo löngu búinn í Hollywood að það er bara þú sem ert ennþá að peppa hann. Já, þau kynntust, hittust aftur á trúarráðstefni í Miami og nú er ég bara pínu forvitning, hvað er gert á trúarráðstefni í Miami? Það er bara tala með Jay-Z og dansað og eitthvað. Bara vera að biðja og dansa. Já, frábært. Því líka veistla. Þannig að, já, Egill, Rikki, hann kaupir þetta ekki. Er þú á því að Bieber hafið lifað skilulífi í heilt ár? Áður hann giftið sig aftur? Já, veist. Er það ekki? Þetta er 1 ár. Já. Ég meina, hann má lifa samlíf með sjálfu sér, það ekki? Auðvitað. Það er ekkert banna. Ég banna biblían það, eða? Ég bara veit að ég Er ekki nóg trúa? Ég bara hef ekki gagfræðingur, ég hef ekki lesið biblíuna, sko. Nei, en hvað, ert þú að segja mér ekki að þú getur ekki farið heilt ár á þess að stunda kynlíf? Það er erfitt. Erfitt? Já, viðurkenna það. En þú veist, Eitthvað velgræður. Ertu að bara allt árið það? nei, ég er ekkert að allt árið, þetta er bara allt eðlilegt. En hver var hvatinn fyrir mig að sleppa því? Ha? Hver var hvatinn fyrir mig að sleppa því? Til dæmis nú ert þú nýbúin að gifta þig. Já. Segjum að þú er farið á trúarráðstefnu í Miami og sagt við kona hennar, herðu, ég vil ekki stunda kynlíf núna fyrir við giftum okkur. Það er til dæmis verið. Nei, aldrei verið að gerast. Stunduðu þið samlíf áður en þið giftið ykkur? Við gerum það eiginlega, já. Þau eiga dóttir, þannig að ég ætla rétt að vona það. Það er svoleiðis? Allavega hún. Ok. Já, 100% hún. Slúrið er ekki búið því að, já, þekkið þið Billy McFarland, vitið hvað það er? Það þekkir hann enginn, Nei. hann að frábært að fá slúður um hann. Nei, en þið þekkið Ja Rule. Já. Já, þeir sem sagt voru að fá sér kæru núna eftir Fire Festival. Þetta ef þú eru ekki búin að sjá þessa bíómynd á Netflix þá hvet ég ykkur til að horfa á hann ekki settin í kvöld. Þetta er skrítnasta bíómynd sem ég sé. Var þetta ekki bara eins og ekki góð nýgriðu svindlari sem var með þetta koncept? Nei, hann var að reyna að halda festival, sko. Já, ok. Og það sem hann var búin að lofa Og skeyt. hann og Ja Rule voru tveir saman. Það er svo fyndið að horfa á þetta. Þeir eru svo high on life bara þarna í einhverja nokkra mánuði fram að þessu. Svo er svo mikill viðbjóður á leiðinni í viftuna. Það er ekki hægt að orða það sem bara skítur. Þetta er mesta rugl sem ég sé. Þannig verðið að sjá myndina til að hafa gaman að þessu. Fire Festival. Já, Ok. og já, það er verið að kæra það núna, þau skulda 3 milljónir og Ja Rule, hann sannar í þessari mynd hverslags hálfviti hann er. Hann er eitt svo alheimskasti að núti held ég í þessum bransa. Er hann hálfviti? Ja, hann er hálfviti, já. Því að eftir að, sko, þetta var versta festival ever, það var bara cancelast allt og fólk var komin á eiguna og allt í rugli og þetta var versta PR-stönd allra tíma. Svo er sýnt í myndinni það sem er haldin einhver svona fundur allir á Skype og allir náttúrulega bara að hætta í fyrirtækinu og bara hvernig er hægt að hvernig er collateral damage sem við getum gert hérna. Þá er Ja Rule bara, hvað? Ákveð allir svona neikvæðni, við bara spinnum þessu í jákvæð. Voðalega allir eitthvað þungir á því hérna. Ég grét úr hlátri. Það er ekki bara, það er ekki baun í hausnum á Og talar hann svona? Nei, hann er ekki komin í eftirherbergi. Gekkið eftirherbergi, sko. Þessi var What's my rosaleg. motherfucking name? Þessi var rosaleg. Já, herru, við getum þurft að taka þessa Já, kannski. ég þarf að taka þetta þessu veislu. Já, ég Já, ég á eftir að sjá það. hveti ykkur til að sjá þetta í, já, ég myndi bara kíkja hann í kvöld, hún er rosaleg. Þetta var slúðurpakki dagsins og var hann ekki með nokkuð vín? Hann bara Jú, góður jú. hjá blöð. Já, mér finnst mjög 8 gaman af 10. að Bieber hafi Já, settu sokk í mig. jarðað gilsarann. En já, hér eftir smástund þá förum við í símaöð sem Forrest Gump og Christopher Walken. Eða næst. Nei, við Nei, byrjum að ok. myndur fyrir kæstum við skuldaböðlýsingar. Veitingastaður vikunar á FM 957 er Brúdog. Nýlugu bar og veitingastaður í miðbæ Reykjavíkur sem leggur áherslu á handverksbjór og góðan mat. Það eru 20 tegundir á krana hverju sinni og nýjar tegundir í hverri viku. Eldhúsið er opið frá 11:30 til 22 alla daga. Brúdog tekur vel á móti þér og þínum hóp. Prófaðu Quesarito, ljúffenga nýjung á Taco Bell. Ostafyllt mjúk tortilla með krydduðu kjúklingi, hrísgrjónum, creamy jalapeno sósu, sýrðum rjóma og svörtu Doritos. Geggjað í munni og gott í maga. Taco Bell. Var einhver að tala pottasleiki? Ég er ekki hissa. Enda stefni potturinn í 45 mjög bragðgóðar milljónir. Með sósu. Lotto. Leikurinn okkar.
40-70% afsláttur af völdum sýningareintökum föstudag til sunnudags í Tech og Habitat. Sófar, stólar, borð, skápar, ljós og margt fleira. Tech og Habitat, Skógalind 2 Kópavogi. Það eru margar ástæður fyrir því að hönnuðir velja Slippfélagið. Til dæmis endingin, Slippfélagið. Við hefum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Þetta ekki flókið. Það eru 3 hambúrgarar í boði, númer 1, 2 og 3. Hafagnin við Vesturbæjarlaug. Mánudag á Stöð 2. Ég rosalega mikill fíkill og ég viðurkenni það. Ég ekkert verri manneskja heldur en nokkur annar fíkill. Í hverju þætti heyrum við sanna sögu þeirra sem við köllum burðardýr. Ég var svo forvitin og bara strax spyr hann mig, Gugga, viltu fara með 90 gramma hassi til Íslands fyrir mig? Og ég segi bara já. Burðardýr, mánudag á Stöð 2. Þriður áskrift á stöð2.is eða í síma 1817. Stöðvunarskylda Toyota á Íslandi tilkynnir. Ókeypis ástandsskoðun á bremsum hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum 4. til 15. febrúar. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Átt eftir að redda kvöldmatnum? Núna getur þú pantað uppáhalds kínversku réttina þína beint á netinu. Phoenix, Bíldsöða 12, phoenixveitingahús.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Móni að sæta það rétt. Rag & Bone Men. Það er rétt. Með lagið Giant. Ágætislag. Þið að hlusta á FM 95 Blö og við drengirnir þökkum ykkur kellaði fyrir það. Styttist hér í eftirhermu símtölunum hans Rikka sem hann tók fyrir í dag sem er mjög hressandi. Hann þarf að fara úr stúdíu. Já, ég ætla ángríns að gera það. Nei, þú hlustar á það með okkur. Ég get það ekki. En áðurum fyrir mig það, þá ætlum við í dagskaralið sem að heitir Myndirðu fyrir cash. Og ég sá hann í dag, ég hef ekki verið með hann lengi. Já, það er ekki eftir neina að bíða. Eru þið tilbúinir, drengir? Já. Ok, þá er það fyrsta spurning. Mynduð þið leyfa fólki að sjá, þá er ég að tala bara andlitssvipin á okkur þegar að þið fáið það. Mynduð leyfa fólki að sjá það á netinu fyrir 15 milljónir. Er þetta stillmynd eða bara myndband? Myndband, en veist, þetta er bara á andlitinu. Já, Ég ætla að sjá Richard við ekki það. Ég har líka mikið til þessu og gilsa. Þú vil hætti það sé gott maður. En þið fáið 15 milljónir. 15 milljónir, og er þetta bara alltaf aðgengilegt eða? Þetta er aðgengilegt í viku. Ég meina, þetta er bara andlitið og það er eitthvað. Já, þetta er samt ekki bara sama andlitið og gerir og taka hrikalega bekk. Er það? Ég sem betur fyrir að við ekki sé svipin þinn, en ég hef séð hann í bekknum og ég ætla að vona hann sé hans öðru í sig því hann er ógeðslegur þar. Rikki, þú lætur heyra vel í þér ekki, það ekki? Þú gargar alveg vel hátt. Nei, ég garga ekki. Já, þú veit. Hvernig ósköpunum veist þú það líka í? Nei, bara, það er alltaf, ég veit ekki að mótið það, menn þetta heyra vel í sér. Hvernig dettur ég tala bara ég stinni hátt? Nei, bara gargir. Nei, ég garga ekki. Ertu að screamer? Nei, ég er ekki screamer. Bara rétt þarna. En ég samt held ég sé alveg með aðsnaðlega andlitsvip, sko. Ég er ekkert vissum að ég myndi vilja þetta, sko. Ég átti eins og nágranna sem átti heima fyrir neðan og ég heyrði alltaf þegar hann var að náði hámarki. Það er mikill munur að leyfa fólki að heyra. Fannst þér að kósi? Já, þú veist, ég heyrði alltaf bara þegar vel hátt öskur í honum, sko. Voða kósi. Og síðan þögn eftir það, þá var partíið búið. En ég er svolítið gaman að þig. Ég ætla að enda nei á þetta. Nei á þetta? Fólk má ekki sjá svipin á Rikkanum þegar hann er að... Ekki verið 15 kúlur. Nei, hvað þyrftur mikið? Tvöfald upp að hennar, þá er ég til ég að skoða þetta alveg. Þú þyrftir 30 miljónir. Mér finnst þetta ekkert svo vandralegt. Þetta er bara rallið með eitthvað svip. Fólk að sjá þau, þú ert að fá það. Þetta er bara andlitið og mér eitthvað. Ég er með eitthvað aðstæðanlega svip. Fokkið 15 kúlu, hvað er með það? Já, vel gert, ánægð með þið. Já, svo er þetta náttúrulega, þú veist, það má ekki gleyma því að mest allir í heiminu fá það einhvern tímann, sko. Já, þú veist, maður vill ekki sjá annað fólk, þú veist. Þá er það næsta. Myndið þið gerast vegan það sem eftir er fyrir 80 miljónir? Eftir er? Bara sem eftir er ævikar. Og bara, þú veist, það er bara eingræsla. 80 kúlur bara. Já, fáið það bara beint inn á reikningin. Nei. Dróðið fyrir mig, nei. Nei hjá báðum? Já. Sko,
Sko, Í miður. þetta hefði verið hart nei hjá mér áður en að ég byrja að vinna hérna hjá Sína, þess að Vodafone Veganréttinir uppi á kokkunum er alltaf geggjaðar, en ég myndi alveg geta að skoða þetta fyrir 80 miljónir. Já, þið geta eldi heim og Já, reyndar. Hvað ætlar svo að gera á kvöldin og þú fer eitthvað starf að ferðast? Alltaf blöð að fara að henda í einhvern góðan vegarétt heima það. En er þetta ekki orðið svona aðgengilegra? Ég veit ekki. Jú. Það þú þurftum mikið meiri peninga. Þú getur ekki borðað steik og rautt blöð það sem eftir sko. Það er ekki metið til fjár sko. En þetta væri hræðilegt, ég viðurkenni. Alltaf ekki að fara í steik og raut og vera erlendis eða? Nei, hvað þyrfti ég að fara í? Einhverja hnetusteik? Nei, ég geta ekki. Þá er það þriðja og síðasta. Munduð þið, og þá er ég ekki að tala um, já ok, ég ætla bara að orða þetta eins og stæður hérna. Munduð þið taka upp kynlífssenu fyrir alvöru bíómynd með mömmu ykkar fyrir 10 milljónir. Segjum bara þið var að leiki ykkur bíómynd eins og Steindi, hann var hérna undir trénu, hann var að leiki kynlífssenu með henni Dóru og þetta er bara algengt á leikurum. Munduð þið gera það í bíómynd með mömmu ykkar fyrir 10 milljónir? Væri hún mamma mín í bíómyndinni eða var hún bara karakter? Nei, hún væri semst bara að leika nágrann og konu, þið væri bæði bara það góði leikarar að þið væri beðin að gera þetta. Fyrir hvað mikið? 10 milljónir. Og svo er það samt, þú veist. Ég hef náttúrulega aldrei leikið í bíómynd. Þú hefur verið í kynlífssenni í bíómynd. Já, svartur á leik. Hvernig er þetta? Það voru bara allir hálf allsberrir og þetta er náttúrulega einhver orgi og atriði sko. En mamma var ekki hann að sé betur fyrr sko. Var þetta flóknara með henni Ester þarna? Ég myndi segja það að Hvað heitir mamma þér ekki? Svandís. Er þetta einhver sem að æsi að gera þetta með Svandísi? Æsir? Já, svona var auðvitað. Veikur Ég var að tala um peningin. Ég var ekki að tala um ég var að tala um 10 milljónum Fannst það að vera að æsast eitthvað upp? Ég var að hugsa hvort þetta myndi eitthvað æsa hann í að fá 10 milljónir. Ég var ekki að tala um. Og þurfti ég að vera allsbjör og hún líka? Ég meina, hvernig stundar eru kynlífur ekki? Já, ég meina, hvernig er það gert í bíómyndum? Eru ekki að leika þetta? Jú, þá eru þið allsber. Reyndar er kannski teipað á þeir beibalingurinn. Við lærið eitthvað svo leys. Nei, ég geti þetta ekki. Sko, það er móðið manns líka þessa 10. Þegar þá er þetta komið með 20 inn í familíuna. Þetta er bara ég og þú veist, er þetta hún far hún. Þannig að það skiptir máli hvort sé 5 og 5 eða 10 og 10. Já, svona nýst það. Heldur að mamma þín væri til í það fyrir 10? Já, við erum bara að leiki í bíómynd. Ég veit það. Það er bara, þessi skellur er bara tekjunu sem heldur áfram með lífið, sko. Já, bara list. Ég myndi gera að mamma fengi 10 líka. Þá varum við til í það? Já. Hvaða, myndur þú vera með eitthvað óska stellingar? Nei, þurfum að ræða þetta ekki frekar. Ég sagði bara ég verði til í þetta fyrir 10 og 10. Ok, segja núna, ég er búin að segja já við 10 og 10. Og leikstjóri myndi segja, herru ok, Riki, því að þetta er nú mamma henn. Og hérna, hún væri náttúrulega með í þessu þarna. Hún Svandís. Hvað myndur þú velja? Þetta er svo óþægilegt. Þetta er ógeðslegt. Þetta er ekkert þessi. Nei, það er bara að taka og margótt farið á bakríkar sko. Herðu, við erum ekki að tala um bara ég veit ekki hvað ég myndi, bara eitthvað sem ég þyrfti ekki að horfa á hana eða eitthvað. Það er doggiðinn. Ói. Vissi að ég myndi fara langt, en þegar ég sé rislega tól eftir myrkur og ég tygga mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur er ég nóg fyrir ykkur, er ég nóg þegar ég sé rislega tól eftir myrkur og ég tygga mér þessi koronu klingur. Ég horf á hana og ég allt þetta skilið. Vangaveltur er ég nóg fyrir ykkur, er ég nóg. FM 95 blöð með ykkur hér á þessum, já, yndislega föstudegi. Við erum ekki beinni núna því að við reykjum konur inn í klefa. Klukkan er nákvæmlega 11:02 á föstudegi og Rikki, það komið tími á að henda þér í síman. Það er ekkert annað. Sko, við erum nú tekið 2-3 kalda saman. Já. Og ég gleymi ekki þegar þú sagði þeim reynu sinni fyrir Norðan og Akureyri að þú væri ágætis eftirherma. Já. Og já, sko, þú ert ekkert mikið að vinna í íslenskum eftirhermum. Nei, ég minn í þeim. Og það er ekkert Páll Óskar eða eitthvað svona sem að margir eru að taka. Ég ætla að segja þér í kvöld. Svona, þú veist. En ekki þetta var hræðilegt. Ói. Það var allt í lagi. Nei. Ég fekk ekki um svona voldur við sjálf. Guð, getur þú byrjað aftur það? Ég fekk gæsa þá. Ok, ég man að þú vilt meina að þú sért einhver besta Christopher Walken eftir herma Íslands. Já. Og svo ertu rosalega Forrest Gump. Life is like a box of chocolate.
You never know you're gonna get. Ói. Hvað ertu að láta mig gera? Þú ert að láta mig ringja eitthvað sem það eða? Alright, ég ætla að láta þig ringja í 2 fyrirtæki. Og annars vegar, þá þarftu að vera bara Christopher Walken. Bara gæinn? Ja, bara allt símtalið, máttu bara tala sem Christopher Walken. Og hvernig er það hægt? Tökum gömlu góðu sundlaugina eða eitthvað og svo í seinna símtalinu máttu bara vera Forrest Gump. En byrju á ég að tala íslensku og ensku? Nei, bara ensku sem þeir. Og ef ég til dæmis ætla að byrja að ringja sundlaug, verður þá að spyrja hvort þú hefði glemt töskunniðinni sem Christopher Walken. Og svo ringjum við í eitthvað bakari eða eitthvað, þá ertu Forrest Gump og spyrja hvernig hann lokar og eitthvað. Mér líður illa núna strax. Tilbúin, þetta er basically vonda atið með stórkostleira eftirhermu. Okay. Rikki G, ready? Nei. Ok, þá byrjum við. Jarpön Elisabeth, kom det? Mike? Who is this? Hello. Who is this? My name is Elizabeth. This is Christopher Walken. Hello. It's crazy. How can I help? I want to come to your swimming pool. Yes. When? What does it cost? 4,500 for adults. Mike! It's crazy. Yes. Completely crazy. Is it good? Really good. Is it hot? Yeah, very nice. All right. I will come. Okay, great. Thank you. Nei, við getum ekki notað þetta. Nei, þetta er ekki hægt sko. Við getum ekki spilað þetta sko. Þetta er versta sem ég heyrst. Það er aldrei leiði af nýtla á æfinni. Hvernig var þetta Kristofur? Ég panikaði bara, ég veit ekki hvað ég var. Ég veit ekki Þetta var ekki Kristofur Walken eina sekundu. Ég veit ekki hver þetta var. Þú varst miklu betur á þann. Hvað varst það að segja? Hver var Mike? Ég ætlaði bara ég panikaði bara. Shit, þetta er svo, nei. Þetta var rosalegt. Við getum ekki. Já, það er bara, við ljúum ekki að hlustendum. Svona var fyrir rættir. Þetta var hræðilegt, nei. Ég ætla að vona sér Peter Forrest Gump. Ég ætla að finna eitthvað bakari hérna. Guð mig góður, ég get þetta ekki. Hvað ætlar að biðja mig í bakaríinu? Ég bara veit það ekki, chocolate. Þú verður alltaf að biðja chocolate. Velgert. Ok. Það verður erfitt að toppa hitt. Já, það verður mjög erfitt að toppa hitt. Þetta er að versta sem ég heirt á ævinni. Ég har aldrei heirt ég að bléla eftir hérna ykkur. Ok. Þú ready? Wow. Jæja, Gump. Hvað er í stellingar? I was running. Shit. Kör in bakaren. Life, hello. Oh. Life is like a box of chocolate. This is Forrest Gump. Hver er þetta? Forrest, I wanna run to you. Guðminn góður. Komið lítið beil aftur. Þetta er besta sem ég heirt á æfinni. Ég get ekki meira. Get ekki meira. Þetta Christopher Walken var geggjað. Fannst þér hann betri heldur en Gumpin? Já, mér finnst hann var rosalur. Shit, ég hló jafn ekki þessu núna. Ég viðurkenna það, ég hefði ótt að taka aðrar eftirhermur. Heldurðu? Já, Ertu að vinna með eftirhermu þú ert að veslustýra og svona? Stundum, já. Þá er ekki jafn stressaður. Það er aðeins auðvildar að þú ert í svona Mike. Mike? Býta okkur Mike? Er það að tala um Mike Brown? Nei, ég veit ekki, ég bara panika. Ég veit ekki hvað nafn kom allt í hennu upp að það. Mike? Hún sagði Mike. Já, ég veit bara ekki, ég bara panikaði. Takk fyrir okkur eitt Forrest í restina. Forrest, nei Forrest Gump. Það sé geggjað. Það er svo ég hef verið betri Tom Hanks er mættur. En málið það Höfum þetta stutt, kæra áhorfendur. Þetta er að bresta á. Allir með. Engin tími. Potturinn stefnir í 8,5 milljarða. Eurojackpot. Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Æsa er í fiskamerkinu og eins og oft er með fiska þá líður þeim vel í vatni. Þess vegna var það aldrei spurning að sæblár væri liturinn á svefnherbergi hennar. Sveinn er hins vegar hrútur og meira fyrir móraut.
En Sveinn góðu drengur og elskar Æsu út af lífinu. Þess vegna fór hann í Slippfélagið og lét blanda hárrétta litin fyrir hana Æsu sína. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. 40-70% afsláttur af völdum sýningareintökum föstudag til sunnudags í Tech og Habitat. Sófar, stólar, borð, skápar, ljós og margt fleira. Tech og Habitat. Skólinn 2 Kópavogi. Valentínusarsheikin komin á Shake and Pizza. Dásamlegur jarðarberashake með Lindor súkkulaðirjóma og Lindor súkkulaðihjúpuðu jarðarberi. Þessi shake fyrir þá sem elska mjög mikið. Shake and Pizza. Le mon ami, je m'appelle. Nú ókeypis ástandsskoðun á bremsum í boði hjá viðurkenndum þjónustöðlum okkar til og með 15. febrúar. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Enska úrvalsdeildin verður í beinni alla helgina á Stöð 2 Sport og það verður toppbarátta á sunnudag. Manchester City, Chelsea, klukkan 15:50. Stöð 2 Sport, besta sætið. Túborg Grön léttölkinnir. Flóni 2, útgáfutónleikar í Austurbæ, föstudaginn 15. febrúar. Miðasala hafin á tix.is. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Langar þig að vinna ferð fyrir 2 til útlanda? Já, mig líka. Þangað til það gerist, þá læt ég Walk-on duga. Walk-on, Borgartúni 29 og Smáratorgi Kópavogi. Hollur og ferskur asísku matur. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. Sia og David Guetta hér með Flames. Þið eru að hlusta FM 95 blöð á þessum yndislega föstudegi. Flames. Og já, það allavega í höfuborginni bjart og fallegt veður. Ennþá birta og klukkan að vera 5 og ég tók eftir í morgun líka að það bara að birta fyrr. Þannig að það svona, það styttist í vorið. Er það ekki? Minna það ennþá bjart og klukkan að vera 5. Já, við fögnum því hérna í Íslandi. Ógeðslega landið þessi bjart ennþá klukkan 5. Þetta kallir þetta ógeðslega land. Bara svolítið tengt einna stundum. En já, það hins vegar komin tíma á dagskrárlið sem ég hef ekki orðið vitnað í marga mánuði og heitir spurt og svarað. Já, ég er búin að fá mikið af e-mailum. Já. Sko ég hef ekki haft mikið tíma til að lesa yfir þetta. Ég bara valdi svona 3 e-mail einhvern veginn bara svona random. En eftir núna 3, ekki alltaf verið 2? Jó, þetta ein bara mjög snögg nefnilega. Ok. Ég spá bara. En af því að þú ert ekki búin að henni kannski bara. Þú ert ekki búin að vera með hann dagskrárlið lengi. Er fólk ennþá að senda samtala og fulla og svona? Já, veistu, fólk sendir. Já, það gott að heyra. Þannig að það gefst ekki upp. Þú er aldrei samið þetta neitt sjálfur? Nei, meður. Ok. Sko, þetta nefnilega svolítið lestur. Þetta er svolítið oft svolítið ritgerðir sko. Þannig ég þarf bara að henda mér í það því meður. Og munið að við ætlum að svara spurningum. Ofta er þannig að maður komið einhver spurning og okkur einstaklingur vantar svar og fær ekki svar, það er mjög þreytt. Það verður að svara. Ég er opinn fyrir þess að þetta ekki verið svo lengi. Já, þetta er ekkert aðeins á þig. Þess ertu opinn fyrir þessu núna. Okkur heldur það? Því það er alltaf þannig þegar ég er. Alltaf opinn fyrir þessu. Já, sjálfsögur er opinn fyrir þessu, það er ekki spurningur á hann. Ég hef alltaf fengið. Sæll Egill, Sigrún Guðmundsdóttir. Sigrún? Já, ok, eðlilegt nafn. Guðmundsdóttir, svæðistjóri, borðstofu og eldhúsinnitekkadeildar hér í IKEA. Það er búið að vera smá dropp í sölu hjá okkur undanfarið. Er möguleiki að fá Ríkard sem andli deildarinnar? Kveðja Sigrún. Býtur, nú er ég pínu tindur. Akkur er Rikki góðum eldhúsborð? Þetta er, sko, ég er að fá mail frá henni Sigrún hérna í IKEA. Ég var lagergómar eins og í IKEA, sko. Já, en býtur, nú er ég... Og hún er bara, þetta er bara einföld spurning. Akkur á Rikki að svara þessu? Að því átti að hafa verið að stunda eitthvað kynlíf okkur eldhúsborði. Ég er búin að vera að vinna eitthvað með það núna undanfærna 2 mánuði. Ég er ekki eins og búin að heyra það. Hvenær var það? Það veit ég ekki. Ég er búin að vera með þetta núna bara undanfærna 2 mánuði. Ok. Ég tengdi ekki við þessa. Var þetta þegar ég var í frí? Já, fjárhagsliðin er í lagi, Ríkard. Ég menna, við skoðum þetta alveg. Já, ég get alveg tekið að mér að vera andlit fyrir einhvern ágætis pening á mánuði. Ég held að myndi enginn fatta að þetta væri einhver út af kynlífi. Það væri ekki bara fínt. Það er búin að tala um þetta í síðust 8 þáttum, sko. Nei, ég hef búin að vera síðust að þetta. Ég hef ekki heyrst þetta. Allavega sem ég hef eitthvað verið í. Eina sem ég heyri þetta er á Twitter og fær ekki frið fyrir þessu.
Mamma spurði mig þessum daginn. Hvað, út í eldhúsborð? Já, bara hvernig þetta væri. Hún var alltaf að heyra þetta. Ok, allavega Ég kom alveg að fjöllum. Það grínir nú aldrei komið í pásu. Nú höldum við bara fram, næsta spurning. Sælvöðungi. Ég vil byrja að segja að fyrst þú vöðumikill, kínasandi og frábær. En nóg af jafnli. Einhver drukkin. Ég því miður ekki nógu glaðið með ykkur félagana. Ég heiti Ríkharður Óskar Guðnason og íþróttakennar á Reyðarfirði. Eins og þið heyrir erum við með ansi lík nöfn, ég og Ríkharð. Áttu alnafna? En ég heiti sem sagt legit útgáfun af nafninu, Ríkharður. Meðan Ríkharð er með bónusútgáfun af nafninu, Ríkharð. Sem er að mínu mati fáralegt. Hvaðan er drengurinn? Er það á Hollandi eða? Spyr hann. Spyr Ríkharður. Þú svara þessu sem árum höldum áfram. Já, ég held að nafnið sé komið af Rækard, hollensku nafni, Ríkharð. Hitti þessi meistari, þetta er rétt sjónum, þetta var Hollandi. Ég er ekki frá Hollandi, nei. Ok, þessi heitir Ríkharður. Þetta er bara eitt eigið. Þessi heitir Ríkharður, sko. Óskar Guðnason. Ég er skýrður í höfuð afa minn sem heitir Ríkharð Óskar og ég heitir Ríkharð Óskar. Hann var ekki hollendingur, hann heitir Ríkharð Óskar. En hollensna? Þetta er komið að Rækharð. Akkurat við reyðum með, mista fólkna. Já, núna er Ríkharð búin að vera að prómóta þessar hlutverkarleiki sín út all land eins og óðum maður. Já. Fasteignasalan. Það er heldur sveitamaður en að þetta sé málið þegar svona þekkt power persóna eins og Ríkharð hólkar andlitun á sér baku svona konsept. Ég er búin að hólka andlitun á mér eitt eða neitt sko. Ég gerði bara þau mistök að segja þér þetta einhverju tínu svona. Þú hólka einu eða neinu sko. Hólka andlitun á sér baku svona konsept. Hólka andlitun bara. Hver talar svona? Þú ert búin að hólka svolítið andlitun á baka þetta konsept. Segir Ríkharður. Ég er búin að vera giftur sömu konunni í 29 ár og mér langar að taka hálfnafnamyndi fyrirmyndar og lífgaða sér búin samlífið hjá okkur hjónunum, segir hún. Með maður hvað, ég frétti svo að Ríkharð á til að stunda frábært eldhússamlíf. Já. Ég fæ alltaf hugta eftir hvort ég get ekki slegið 2 flugur í einu höggi. Ég kem klæddur í mínu fínasta pússi, glænjum jakkafötum, rölti svo inn í eldhús. Þykist fikt í einhverju skápu þar og skoða gólfið og kíkja út á gluggan og svona basic fasteignarsala dæmi, snými svo við og gerir niður mig. Og já, ég er á lausu í dag. Og núna spyr ég þig, Hollandi, hvað gengur þér til með þessu að auglýsa út all land þessar hlutverkaleiki og þetta eldhússamlíf eftir að reyna að eyðileggja hjónabönd, kær kveðja, Ríkharður Óskar Guðnason? Nei Ríkharður, ég hef ekki verið að setja andliti mitt á bakgrunnin konsept og þaðan að síðu verið að auglýsa þessi konsept. Ég er ánægð með þér ekki út að svara þarna. Málega, til að gagna hann Ríkharð, hann nafnaðinn, hann gerir þið niður úr sig aðna bara hann var svolítið harður í þessum aðsmér. Ég er að taka upp hanska fyrir Rikka, það er ekki þetta að kenna Rikka um þetta. Hann hefur bara gert þetta eitthvað vitlaust þessi, hvað hann er hann? Hann er bara Reyðarfirði, íþróttakennar Reyðarfirði, einmitt. Hann er það komið þessu það er ein eftir. Ein eftir. Sæll Gilsari, Eddi Gröndal hérna frá Fáskursfjörði. Þá lifnar yfir þér. Vá, það var eina sem þurfti. Ég hef ekki sér drengi fakka. Hvað er nafnið áttur? Eddi Gröndal. Ekki Eddi Blöndal. Hann er á Fáskursfjörði. Hvað segir kallinn? Aldrei verið betri kannski, heggi? Þetta er okkur flippari. Hann var að spyrja þig. Hörðu, ég er með vinslastu sjónasættirna á Fáskursfjörði. Kallinn að slá í gegn. Ég er með YouTube-rás, Fásk TV heitir hún. Allir í bænum að followa kallinn. Nema eitt rassandlit, Goggi Rolla. Hann hefur ekki viljað smetla á subscribe. Það er enda þreyttast í gæðin á Fáskursfjörði. Geta eðlilega fokking leðilegur. Þannig ég er með 749 subscribers og það búa 750 manns á Fáskursfjörði. Ég veit þetta er góður árangur. Frábært Edda Gröndal. Mjög gott ratio. Hann er vinsæll. Ég er sérst að gera þætti hérna sem ég fylgist með bestu íþróttamönnum Fáskursfjörði. Nett svona atvinnuminnur okkar kólsið þess að kongurinn er með þetta blöð. Mikið að hæfileikur ykkur fólki hérna og ég er að slá í gegn með þess að þetta. Ég er samt í major vesinni meitt. Ég er með óeðlilega þykkt hár. Ég fer samt í klippingu vikulega til að skafa ofan á kollinum en hef hári í liðunum eins og Ómar Ragnarsson er með þetta á kongurinn blöð. Shit, ég var að gleyma hvað leðilegum það.
Þannig að hann er með þykkt hár og er að skafa af miðunni. Það er svo ég og Ómar Ragnarsson. Og hvað er spurningið það? Herru, þú varst ekki svona hress á það ekki. Það er aldrei upp á hér típi núna maður. Hver er spurningin? Ég segi þetta, já spurningin mín er á kóngin, blöð á ég að raka með Jónssonina. Hvernig hefur blöð miðsvæðið á sig? Hvað er Eddi Gröndal? Eddi maður fokka sér, það er bara þannig. Þetta eru Bríett Arró og Aron Kahn, Feimin. Það er sem betur fyrir engin Feimin í þessu stúdíói. Og ég talandi Bríetti, hún fór á kostumum daginn á hlustendavelunum í Háskólabíói. Þetta eins og svalastæði bransanum í dag. Sveimi þá, en áður við förum í spurningakeppni Gilsarans og Clubbed Up kom í heimsókn og fleira góðgæti. Að þá varst þú, hvað varst að ræða, okkur vildur tala um Eurovision? Nei, ég var að spyrja hver, það er ekki hérna á morgun? Jú, fyrra undanúrslit kvöldið á morgun. Ok. Já, það eru bara 2 núna. Já, það eru 5 lög pluss 5 lög, eða ekki? Já. Og sko, ég er að sjá, ok, hérna á morgun Hera er mætt aftur, eða ekki? Jú, Hera Björk. Hún hefur farið út. Með Je ne sais quoi. Með hvað? Je ne sais quoi. Já, hér lægið það. Það er ekkert eðlilega vel sagt. Já, geður það ekki. Já, hún er að ná og Friðrik Ómar, það eru svona gamlir hundar að koma fyrir. Friðrik Ómar sem niðurlæði mig í beinn útsettingu í Smáralind. Hvaða ár var það sem þú kepptir í Eurovision, Egill? Var ég ekki 2009 þannig? Nei, þetta voru 2008. Já, mannstu ekki sjálfur? Nei. Friðrik Ómar, hann pakkaði saman. Já, og hann niðurlæði mig. Reif mækina raglistinni og það er líka hérna, það er einn færisk bíða hérna, Kristína. Já, sko, málega, við förum að séu kvöldið í kvöld. Kvöldið á morgun. Það fyrir ekki kvöldið á morgun, skýtt ekki í þér ekki. Það er hatari að Þórdís Eimsland, Daniel Oliver, Kristína Begensen og Hera Björk. Og mitt faglega mat er að Kristína Begensen og Þórdís Eimsland fara áfram. Sammála Gilsanum þar. Er Valli Sport með þau eða? Valgerð Pipar er með Kristínu Begensen. Já. Ég er eitthvað hirtalag, það er alveg flott. Málið með hana, hún er the shit í Færeyjum. Já, ég heyrði líka eitt punkt að sko Færeyingar kjósa sinn Danir. Já. Þannig að hún er í góðum málum þar ef hún kemst út í aðalkeppnina. Hún frá Færeyja. Já, þannig að við erum með garantera 12 punkta frá Dönum. Það er að búa ekki það margir í Færeyjum sko. Við spilum taktík og sendum hann út. En ég myndi vilja sjá að þessum 2 lögum á fyrra undanúrslitum kvöldinu þá er Þórdís Eimsland og svona Kristína Begensen. Já, hann er gott, það er lagi hennar flott. Já, mjög svo. En síðan málega, síðan alltaf seinna kvöldið þá er alltaf King Friðrik og mættur sko. A veteran í Eurovision. En það er aftur á móti verðugur andstæðingur þar því að King Barði Jóhansson var að semja lag sem heitir Yeyo. Heitir lagi Yeyo? Það heitir Yeyo, keirum alla leið, en það er skrifað Yeyo. Heitir lagi Yeyo? Já, keirum alla leið. Keirum alla leið? Yeyo, keirum alla leið. Og það er með Ella Grill, Skaða og Glim. Ella Grill? Já, Ella Grill. Það er lagalega líka að fara að vinna þetta. Þetta er King Ívar Daniel setna kvöldinu. Já. Þannig að þetta er hérna, það verður gaman að sjá hvað gerist þannig, hvernig við sendum út. Hvað varði ykkur aftur að falli? Var það ekki að þau þurftu að syngja úrslitakvöldinu? Það mátti ekki nota playback, hvað var það sem að feldi ykkur í Mercedes Club? Ég var á píanónu Blondale sko. Já. Þurftir að spila það live á lokakvöldinu? Nei, spila live, hann getur ekki spila 3 nótur. Ég þurfti að segja ho ho ho, við segja hei hei hei. Það var mitt verkefni þarna. Ég þurfti að spila á sama tíma, reyna að gera þetta á sama tíma. Þú spilaði ekki á hljómborði eina sekúndu. Ég var með hlýraból sem var svo smetlu hlýrabólur og Rebecca Ray var nammur í miðið aðtöðin. Kastaði honum til the fans sem ég held að myndi garantera victory. En sem skitu því miður. Það hefði, ég verða veikina, það hefði verið mjög áhugavert að sjá Mercedes Club fara út. Já, það hefði verið eitthvað að fyndið það. En þjóðin skeitt og við komum heim með enga dollu því miður. En má ekki gleyma því að það má eiginlega segja að stuðningsmenn ykkar í vetrarkarnum hafi verið reiðari heldur en þið sjálfa hafi ekki komast áfram. Við varum bara með loyal fans hana. En hvað er, ég hef nú spurti áður en ekki spurti lengi, er von á comebacki frá Mercedes Club einhvern tímann eða? Hörru, það er ekki búið að ræða það, en mig grunar ég myndi heyri í Detective Gasman og CS-man og Leðrinu og Rebecca, þau eru klár. Já. Gruna það. Þannig að það er aldrei vitunum að komi comeback. Það væri rosalegt. Hvað spila, ekki, okkur ekki hó-hó í spilinu þetta? Það er mjög einfalt, við erum að halda hlustunum. Hvað ætlar þú að gera fyrir ástina þína á Valentínusardaginn? Keiluhöllin er með lausnina. Valentínusarpakkin inniheldur keiluleik fyrir 2,
pítsu og shake að eigin vali á Shaken Pizza og bíóferð fyrir 2 í Sambíóin Egilshöll. Uppskrift að fullkomnu kvöldi. Valentínusarpakkin seldur á staðnum. Keiluhöllin Egilshöll. Le Mon Ami, je m'appelle. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Þetta ekki flókið. Það eru 3 hambúrgarar í boði, númer 1, 2 og 3. Hagavagnin við Vesturbæjarlaug. Túborg grön léttöl kynnir. Flóni 2, útgáfutónleikar í Austurbæ, föstudaginn 15. febrúar. Miðasala hafin á tix.is. Heldur hóstinn fyrir þið vöku. Danskir brjóstrópar mýkja hálsinn og eru hóstastillandi. Í kvöld á Stöð 2, Impractical Jokers og þar á eftir skemmtilegar bíómyndir Ghostbusters, sannkölluð skemmtun fyrir fjölskylduna 12 Strong, mögnuð spennumynd með þeim Chris Hemsworth og Michael Shannon í aðalhlutverkum. Ekki missa skemmtilegri dagskrá með okkur á Stöð 2 í kvöld. Glútenlausir pizzubotnar. Black Box Borgatúni. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg létt. FM 957 hér á þessum glæsilega föstudegi. Wow! Ég komst í gýrin. Já, það var mjög góð. Já, vel gert Egill. Þú var alveg verri. Það var alveg sportsaði, ég hafði alltaf að brosa því að tala. Þú var skellbrosandi þarna. Og ég held að hlustendur hafi fundið stemminguna. Já, sálega. En það er hár rétt hjá Gilsan þegar að hlusta FM 95 blöð og það er komið að, já þér ekki, þú ákvaðast að sjá hvort myndur frekar í dag. Mér. Kóngurinn, með þetta. Já, þetta er mjög einfalt. Þetta eru 3 spurningar. Og ég beði ykkur að svara. Og nú hvað ættu að gera hana? Nei, bara, þú veist, það er bannað að neita að svara. Þið eru bara að velja annan kostin. Ok, þetta er eitthvað viðbjöður. Nei, það er bannað að neita að svara. Þið eru bara að velja. Ég þurfti að svara á hann. Hvað ertu með eitthvað ógeðin? Nei, það er ekki lagi með ykkur. Herðu, nummer 1. Hvort myndið þið frekar synda út í Viðey frá Hafnarbakkanum eins og veðrið er í dag, eða fá heiftarlegt holdris í beinni útsendingu í sjónvarpi og fólk myndi taka eftir því sem var að horfa? Hvaða vegalend er þetta, Ríkard? Þetta eru svona 800 metrar frá Skarfabakka, held ég. Ég myndi deyja. Ég hef alltaf syndur, sko. Það eru líkur að því að það er mjög kalt. Já, ég meina það hlýtur að vera eitthvað gummibátur eftir mér og eitthvað svona. Já, þú myndir ekki deyja. Má maður ekki fara í eitthvað búninga? Nei. Sko, ég hef synt kílómetr í sundlaug. Það er einhver öldur og ekkert vesen. Nei, þetta er ískalka, þetta er ekkert sundlega hittið hann, sko. Og ég gæti spint mér í bakkan. Hvað var hitt að fá hann stífan í beinni útsendingu? Já, í sjónvarpið er einhvern sjónvarstætti og er kannski í þröngum gallabuxum og það sést þegar Ok, það er vandræðilegt og allt það. En ég menna þetta er samt bara, þú veist, þetta er alveg eðlilegt. Shit happens. Þú ættir alveg að geta krablaði út. Fólk ættir alveg að geta sínt skilning, eða ekki? Ég held samt að því að það myndi koma eitthvað gif og eitthvað svona. Ég hugsa að ég myndi reyna að synda þetta ógeð. Kæmi eitthvað gif? Sveimi þá. Hvað þið er með eitthvað já, bara, veist, hvernig er helgin og þá kemur þetta eitthvað svona, sko. Hvernig er helgin? Já, hún er svona. Lög með... Ég myndi ekki nenn að vera eitthvað. Það er best að gera eitthvað að hlusta sem kannu Photoshop búa til að gefa hvernig þetta. Nei, takk. Það má ekki feika svona. En þetta er eitthvað þannig. Ég held bara ágríns, ég er bara vera hreinskilinn. Ég er slakastu sundmaður okkur Íslandinga. Já, ég er alveg í keppninni, sko. Ég held ég geti bara ekki, ég næ þessari vegarandi ekki. Því miður. Ég myndi reyna. Ég get alveg sagt, ok, já, ég sundi bara það er ekkert þessan. En ég næði aldrei. Talar þú svona þú ert að reyna að ná einhverju? Ég get alveg sund. Já, ég tek það. Ok, ég myndi reyna að synda. Hitt er óþægilegt. Það verður að viðkennast. Það er nummer 2. Hvort myndið þið frekar að láta einhvern horfa á þig stunda samlíf ef þú horfir á ókunnugt fólk stunda samlíf? Og þetta er 1 skipti. Þetta meina á internetinu eða? Nei, live. Þekki viðkomandi? Nei. Þannig að þetta getur þess að bara útlendingur sem segir aldrei neitt frá þig? Já. En já. Ég myndi að bara horfa á fólkið. Nei, ég myndi frekar bara láta að horfa á mig eða eitthvað. Ég veit það ekki. Þetta með eitthvað svona voða skrítið. Þetta með eitthvað svona peeping fettis. Ég? Þetta fólk horfa á þig? Nei. Leikur þú átt að opna, draga frá heima?
Ég er alltaf í eldhúsinu. Það eru stóru gluggar. Nei, menn ef að maður myndi ekkert vita hver. Nei, svo er það annað. Ég myndi ekki fá neitt út úr hvoru, sko. Ég myndi bara tilla mér hana silkislagu með eitt kaffibóll og hóra með því með kona hér hana á baki. Býttu ræði ákveðinu horfi? Nei, bara verið ykkur ókunnu. Þú ert ekki frá að horfa Hollywoodleikara. Bara við erum að tala bara hérna. Bara hérna á Íslandi? Já, ég meina ef þetta er kannski, þú veist, Jónsi í svörtu fötum og kannski, ég veit ekki, Mike Brown til dæmis, þeir tveir, ég hef verið að horfa á það. Já, þú mátt ekki ráða hverjir eru. Það er bara random þú þekkir henni ekki. Þetta er basically hvort myndur þau frekar vilja horfa á eitthvað stundakynlið að láta horfa á þig. Ég ætla að horfa. Þú ætla að horfa? Já, ég fór að hugsa þetta eins betur. Ég ætla að horfa líka. Þú ert ekkert skammast fyrir að fíla að fólk horfa það, sko? Nei, það er spurning hvort ég myndi fíla það. Já, ok. Og það væri hættulegt að ég myndi fíla það mikið. Þannig að ég ætla að segja að horfa. Herru, þriðja. Ég ætla að segja þú smá scenario. Og ég beður hvernig að hlusta og ekki grípa fram í. Já, ok. Það gerist eina nóttina líkamar á mömmu ykkar og kærustu svissast á millið þeirra. Það er búið mikið mömmudæmi. Til að koma þessu aftur í eðlilegt horf þurfið þið að stunda samlíf við aðra hvora í eitt skipti. Hvor er þið fyrir valinu? Já, það er skiptum líkama, konan og mamman. Já. Guð minn. Ég er ekki að svara þessu kæfti. Mátt hugur, sko, af öllu sýttinni sem þú komið með, Richard. Þetta er... Sko, það er alveg kæftaði komið í hérna þátt, sko, svo hlustendu veit það. Hvernig maður svara þessu? Já, ég er líka þessi. Þú veist, þetta er blöð, hvað ætlar þú velja? Ætlar að, sko, vilt að mamma einn sé inn í líkamannum og konunni? Nei, þetta vil ég það ekki. Það segir svo svolítið sjálf, sko. Nú ætti ég að tilla mér í þessi stólnum og fá mig kaffi. Ef þetta væri, nei, þetta er eiginlega bara svona. Ef það væri byssa, þá myndi maður frekar hafa líkama konu sinnar, segir sjálf. Já, það er þá njóta ástinni. Nei, ég myndi ekki hugsa það þannig. Nei, hún mamma það, hvað er aðriðin eitthvað? Nei, hún veit það ekki. Já. Herru, ég bara svara þú, ég er búinn að svara. Það er ekki tækt að svara, þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt spurning sem er komið. Líka með gurjar og höfuð og vesters. Ég byrjar höfuð þá? Já, þá, það er ekkert að svara þessu kjaftaðir ekki, maður. Verðu, hættum þessu rugli, maður. Ég held þetta væri bara hún var inni líka, maður. Ruin her life. En, það er búið að fara í viðanvöld klukkan orðin korter yfir 5 eða 13 minútur yfir 5 styttist í Club Dub. Þeir koma hér eftir skamastund en áður við fáum þá drengi heimsókn þá ætlum við að fara í dagskalið sem er svona, mér finnst við þurfa að fara í það núna því að búið að vera eitthvað svona steikt hérna og Rick áðan og þurfum að fara í mjög steikt og mikið að mömmu-koncepti. Já, við þurfum að hætta þessu mömmu-koncepti. Við ætlum að fara í virtasta dagskalið FN95 blöð fyrir Sturlaður? Það er hárrétt. Hárrétt er ekki vel peppaður. Já, gaman eitthvað. Mér finnst það mjög skemmtilegur dagskáliður. Takk fyrir það. Og ég veit að ég hef hitt fullt af hlustendum sem eru mjög ánægðir með hann líka. Þó svo Rikki og Egil getur verið svolítið erfiðir. Rikki og Egil? Nei, Steindu og Egil. En það er einn sem er hrostaskítur. Okay. Ég veit að Egil hefur gaman að því. Einn sem er manjur. Þannig að þið mig líka reyna að fatta hvað af þessu kjaftaði. Kæru hlustendur, þið tilbúinir drengir? Já. Hlustendur klárir? Já. Þá byrjum við. Beljur og hestar geta sofið standandi en dreyma hins vegar bara þegar þau liggja. Weird. Skrítið en það gæti samt alveg verið. Beljur. Er þetta ekki bara svona nettu power nap þegar þau sofa standandi? Ég hef séð beljur með loku augun sem trefa sig ekki. Ég sé þið standandi með loku augun ekki. Já. Og þið er ekki að vera sofandi endilega. Hafið þið sofið? Þetta er þetta bara góða punktur Egil. Hafið þið sofnað standandi? Nei. Vonandi ekki. Nei. Það er ekki gerst. Á okkurum pub eða? Já. Upp í súlu, standandi? Já, ég laði mjög mann upp í vegg þá er ég standandi. Lagður upp í vegg? Já. Gjálfurinn? Hallar upp á vegg? Já, og svona. Voru 2-3 farnir þá? Já. Þetta var svona í hotn og ópus þeim gamla skemmtista. Já, ég held nú bara hérna að Egil get ekki hlegið mikið að Rikka þarna. Ég held ég að séð Egil leggja sem fyrir vegg líka í Atlantic City. Þið plantaði mig. Já, þú plantaði mig. Ég held mér ekki dreint neitt, ég held þessi rétt. Sjá rétt við. Nei, þú ert ekki hestur. Þá er það næsta. Sjálfsfróun minnkar stress og þunglindi. Og það er bæði hjá konum og körlum. Þetta tengt við allavega stress. Tengir þú það Ríkard? Stressið allavega. Maður alveg heyrt það. Þú stressaðir á hendur í einn. Maður hefur séð það í bíómyndum. Hefur þú ekkert maður leikið við þig og verið stressaðir eftir það? Ég held að það ekki gerst. Jú, kannski eitthvað voru að horfa. Já, námið Ríkard. Stress í vinnunni, bara ég er ekki að fara inn á vinnuna, sko. Slaka þess á. Nei, ég bara segja það er vinnuálag.
Vinnustress. En þú samt tengir alveg við eins og bandaríska bíómyndir. Það oft talað að hérna, hvað mynd var það aftur hérna í Something About Mary. Losum stress. Það var mjög stressaður og var að koma. Fyrir erfitt date, En ég vissi að þetta líka hjálpa gagvart þunglindi. Skemmtilegt. Svo er það næsta, konur sem eiga menn sem eru hærri en þær eru hamingjusamari en þær sem eiga minni maka. Er það út að sögurinn sem Steindi sagði okkur það var að veslaða með litli og gæði fikk ekki aðgjörslu? Já, hann fekk eitthvað virðingu að því hann var svo lítill sagði hann. Ég held að það sé búin að segja okkur á sögur 5 sinnum sko. Hann næði ekki upp í hvað var brjálaði litli kallinn. Þarna held ég að þessi manure. Rikki, ert þú hávaksnari heldur en konaðinn? Já. Þú líka ill? Held það. Já. En ég meina að þú veist ef það segir mig það ef að Tom Cruise hann er mjög lágvaxinn. Já, veistu, á hann ekki hamingjusamar. Nei, er hann ekki að svissa svolítið oft? Þannig að þú varst eiginlega bara að sanna þetta þarna. Hann er endalist í eitthvað ruglu og enginn er að hanga með hann þegar hann er svo lítill. Mundið eitthvað bögg ykkur þó að konu eitthvað bara herrið þið? Nei, ekki eina sek. Ekki nema, þú veist, kannski það væri ykkur 20-30 cm eitthvað. Og þau verður 12 cm hæla og maður ársáttíð og maður finnir þann axlir. Það er kannski verið. En það buggar mann ekkert. Nei. Svo er það næsta 27% fólks þefar að fötum maka síns þegar hann eða hún er ekki heima. Ok, það er að fólki. Tengi ekki við þetta. Nei, Nei, en þetta er 27%. Nei, aldrei. Ég get alveg verið reynskilin, ég hef aldrei gert það. En hefur þefað fötum eitthvað sem var ekki makiðin? Nei. Ég er bara með þess að þetta er mjög skritið. Hátala líka 27%. Ég meina hvað, þetta er tæplega 1 af hverjum 3. Það stóð dregur úr stressi. Nánast einhver af okkur ætti að vera þefari. Já, en minna, ég veit ekki, maður myndi sakna konunar að fara að þefa peysuninnar. Ættu þefari? Nei. Þefari bara ég myndi ekki dæma þess að þú verið þefari. Nei, ég myndi alveg viðurkenna það, ég var að þefa fötum. Er það eitthvað ógæslegt eða? Og meðan þú veist ekki með nærbjöksunar á haustum þá sleppur þetta sko. Meðalmaður á 15 fullkomna daga á ári. Þetta fannst mér skemmtileg stjórnustarind. 15 fullkomna daga? Já, sem að bara þú að ferða að sofa þá bara geggjaður dagur. Þú átt vist ekki fleiri? Meðalmaður á 15. Slagt eitthvað? Já, tengist þetta ekki að maður er búin að reyndar, oft er gaman í vinnunum líka. Hvernig getur maður hækka þessa tölu? Ég get staðfest að einn hjá mér var allavega núna í Suður Afríku. Það var fullkomið dagur. Fór í og sá ljón og eitthvað svona. Steik og raut og sá sljón og... Já, og geggja. Lappar fjall og... Áttu 15 fullkomna daga ári, Riki? Bestu dagarnir eru þegar maður fer af þessu ógeðslega landi. Jú, ég hef séð alveg 15 fullkomna daga. Jú, ég næði því. Af 365, 100%. Já. Svo er það hér næsta og þetta hans mér áhugavert. Cardi B, Adele, Rihanna, Pink og Jay-Z neituðu öll Super Bowl í ár. En það var þetta líka eitthvað eitt versta Super Bowl partí sem ég sé sko. Eini gæðin sem er búin að vera peppa þetta Hjörvar Hafleðarsson því hann vill vera á móti öllum. Já, mér finnst það hræðilegt sko. Já, ég sá ekki The Halftime Show Ég fór á YouTube að horfa á þetta, það var skjálfilegt sko. Það var drullegur þetta. Ég fór í Keilaullin og horfði á Super Bowl. Geggjað. Og pizza, við höfum oft sagt þetta því að það er ekkit launingamála, þeir eru að sponsa þáttinn, en það er hrikalega gaman að horfa á íþróttir. Það er svona myndastemning. Þeir eru með álur gæð og skjánum og góða mat. Risaskjáir og þannig að þetta var geggjað. Var ekki weird að sjá ekki manni svimma að labba með svönduna og... Já, en þú veist, Joe var þarna og allir feskir. Var cocksucking Joe þarna? Já, það eru 2 eftir. 96% fólks man með hverjum það mistis mei eða sveindóminn. 96%? Já. Munið þið ykkar? Já. Rikki var The Lucky Lady, Richard. Það skiptir einhver máli. Ég bara spyr. Manst þú þitt? Ég held að vera mikið félag. Manst þú þitt? Hittur The Lucky Lady einhvern tíma núna, Rikki? Hæ? Hefur þið hitt The Lucky Lady? Nei, ég bara minnst ekki hvað fyrir hana að stoppa rauðu ljósi í kringlunni og sjá Rikka stoppa bimmanu við hliðina á henni og svo blikkar hann aðeins. Ói barasta. Ég fekk kaldan svinda bara. En mannst þú þetta að gera sannir? Ég er svona að rifja þetta upp. 90. Ég er 70 ríkar sko. Það er að munum ykkur 50 áfram með tíman sko. Þú gæti verið í þessum 4%. Mannst þú aftur? Já, ég veit að manni það. Svo er það síðasta 73% fólks í dag finnst mikilvægt að ná góðum myndum úr fríinu sínu heldur hann að skemmta sér í sjálfu fríinu. Þetta finnst mér helviti magna. Ég reyndar þetta góða punktur því að ég fer reglulega í síman, skrolla tilbaka, skoða myndið sem á úti. Já, en meina og ég skemmti með konunglega við það. Það á að vera mikilvægt að skemmta sér meðan þú ert úti heldur en að ná síðan gleymur við, þú vart ekki myndir og gleymur helminga ferðinni. Já, herru, hvað er þessu að kæfta þeim?
Ég ætla að segja það getur farið bara hratt Beljur og hestur svo að standandi sjálfsfróð minga stress og þunglindi, konur sem eiga menn sem eru hærri en þeir eru hammingisamari 27% fólk þefur af mögum fötum magasins, meðal maður á 15 fullkomna dag á ári, Cardi B og þau neituðu Super Bowl, 96% fólks mann með hvernig það misti megið að sveindóminn og 73% fólks finnst mikilvægt að ná góðu myndum heldur en að njóta frísins. Ég ætla að segja að mér langar að segja með konurnar og hæðina sko, og það sé bull. En svaraðan. Ég ætla að segja með myndirnar, mikilvægt að taka góða myndir en fríð, taka síðasta. Egil, hvað segir þú að verið kæft að þessu? Ég segi, þetta er annarkvort 15 dagar eða meitdómarinn, nei hvað var það, 96% manna hann að kæfta það. Hvorugt rétt, kæftaði var að fólk er ekkert að þefa af það var geggjulíð. Frábært, þið kæfti það. Takk fyrir það. Velge. Gum býður upp á gæðavörur sem allar eru sérhannaðar í að hreinsa tennur og tannholdið sem best. Mjúkir tannbustar, tannþræðir og millitannabustar á samt öflugum tannkremslínum. Í tilefni tannheilsuvikunar ætlar Gum að gefa tannheilsu fjölskyldupakka sem að inniheldur eftirfarandi: glænýja Gum batteristrifna tannbusta, Gum Monster barna tannbusta, Activital tannkrem og munnskól, pakka af bæði Soft Pick Advanced millitannabustum og Travel fjölnóta millitannabustum og 2 túpur af Gum barnatannkremum. Fyndu FM 957 á Facebook, skráðu til leiks og þú getur eignast þennan glæslega pakka. Valentínusar shakein komin á Shake and Pizza. Dásamlegur jarðabera shake með Lindor súkkulaðirjóma og Lindor súkkulaðihjúpuðu jarðaberi. Þessi shake fyrir þá sem elska mjög mikið. Shake and Pizza. Le mon ami, je m'appelle. Argviðburðir í samstarfi við Gullléttöl kynna. Aldamóta tónleikar. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Sveitaballastemming eins og hún gerist best. Þú mátt ekki missa á þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Verður þú meistari hins hraustlega heimilisbókhalds? Taktu þátt í meistaramánuði í Íslandsbanka í febrúar. Skráðu þig í sparnað á netinu og náðu þínum fjárhagslegu markmiðum. Íslandsbanki. Í Lexus RX 450h hefur verið hugsað fyrir öllu. Kraftur, sjálfhlaðandi hybridkerfi og hönnun sem setur ný viðmið fyrir sportjeppa í hæsta gæðaflokki. Komdu og reynslögtu. Lexus. Stundum koma dagar þegar manni finnst maður bara eiga eitthvað gott skilið, fjandinn hafið það. Þið rekkið þetta. Grillhúsið verðlaunaði þig. Hvíldin byrjar í Lúr, úrval hægindastóla og sófa, svefnsófar og rúm í miklu úrvali. Lúr, Suðurlandsbraut 24. Þú getur hort á suðurameríska drauminn á Stöð 2 Marathon. Ekki láta ótrúlega ævintýri strákana fram þér fara. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2.490 krónur á mánuði á stöð2.is. Þú átt skilið betri pizzu. Black Box Borgatúni. Argviðburðir í samstarfi við Gullléttöl kynna. Aldamóta tónleikar. Magni, Hreimur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. FM 95 á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Sinni mér, sinni og síni þeim. Hörku helgin, ég tók miðlu heim. Ég down ef að þú game. Svo segðu mér. Sinni mér, sinni og síni þeim. Hörku helgin, ég tók miðlu heim. Ég down ef að þú game. Þið að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og við erum komin með góða drengi hingað í stúdíóið. Þeir kalla sig Clubbed Up og eru komin hingað í fyrsta sinn. Verið velkonni drengir. G.O.B. góðan blessaðan. Þetta er strax eru að læra G.O.B. og maður hendi svoleiðis þessa dagana. Já, og opnar alltaf á G.O.B. HSK. Eða HSK, hvað sé kettlinn? Okay. Við þurfum að læra þetta. Við þurfum ekki skýta á okkur. Það er fullt af ungu lið að hlusta. Við þurfum að halda okkur upbeat. HSK, þá er ég að segja hvað segir kettlinn. Já, og GB, góðan og blessaðan.
Það er geggjað You're welcome Thank you Við erum strax byrjað að læra en já, við erum nú alltaf að fá okkur lengi þáttinn. Þannig að það er virkilega gaman þessi loksins mættir. Já. Og já, bara fyrsta spurning, ég hef séð vídeo frá okkur á böllum, bæði hjá úlingum og eldra liði. Það er eins og sé bara alltaf allt sturlað. Gerðist þetta á einni nóttu bara hjá okkur? Hvenær verðið þið svona vinsælir? Sko, ég vil byrja á að þakka fyrir að fá okkur í þáttinn. Já, bara heiður að fá okkur. Þetta er mikill heiður, við erum aðdáðandur, við erum huge fan þessum þætti. Gaman að heyra. En að spurningunni, hvenær byrjar að vinsælir? Ég er svo lélegur með dagsetningar daginn. Má ég segja það, daginn. Það er ekki gær, ekki hinn, bara daginn. Bara vika eftir að gáum út og spilum við gestasjó á hérna Solstice. Aronum með allar dagsetningarna, sko. Þá byrjaði bara boltinn að rúlla, sko. Við vorum að frétta núna hérna. Það voru nokkuð meðsli síðast þegar við vorum að spila. Það var svo mikið læti, sko, þannig að við... Já, það kemur eitthvað svona múæsingu bara. Já. Er það eitthvað sem að þið, er þetta dansinu bara heimtið að fólk sé að taka þeirra meðan lagið þér? Nei, alls ekki. Það gerist, sko. En þú veist, það er bara eitthvað mikil orka í loftinu og þú veist, eins og Travis Scott sagði, er eina maður að spyrja ef einu injuries. Það er bara þannig. Já, með gott grill, þarna. Já. Hvað þarf ég að rífa marga dollara til að henda svona í andlitið að mér? Ég er með 6 tennur. Ok. Já, kaupir þetta í tanna. Sko, þetta er gott silfur. Já, þetta er rosalega. Egil, þú bara hvítagull. Ekki fara með vel. Ekki hugsa í eina sekund að fá þessuna, sko. Akkur ekki, þetta fer honum. Nei, þú getur ekki fertugu pappi. Ég er ósammála. Ég held að þetta sé bara fullkominn tími fyrir þetta. Ég velta mig hversu dýrt er þetta. Þá getur ég byrjað að kalla það grillsi. Það væri rosalegt, maður. Grillsi. Kom með grill. En þetta er þetta góð spurning, er þetta dýrt? Viltu prófa að gíska? Já, ok, þannig að þú kaupir þetta eftir hvað tekur marga tennur? Já, þetta er dýrar eftir því fleiri tennur sem þú færir. Já, ok. Ekki ódýrar að það, ég held með að það verður magnkaup. Tekur fleiri og fara ódýrar. Er þetta sett yfir tennurnæginar eða? Ég get bara tekið úr svona. Já, ég held að væri búin að skipta bara. Ég er gagfræðingur afsakið. Bara svo, þetta er eins og ég stæði fyrir postulínstennur bara. Hvað kostar svona shit? Ég ætla að giska á þetta hafi kostað þig 200.000. Já. Viltu ekki giska? Segðu bara já. Já. Kostaði 200. Það var rétt. Þetta var accurate. Vá, blöð. 200 skall. Ok. Þannig að okkur tók ég mig svona, Aron. Nei, er þetta eitthvað miklu dýrar okkur að hlæja? Nei, þetta er lett þegar ég falt út dýrar, sko. Já, ok. Segðu bara já. Gett húleika, já, 200 kell. Málið þetta er ekki það dýrt sport, sko. Ég vil ekki svona auðvitað, þetta er ekki það dýrt sport, sko. Nei, ég skilji. Ok, okkur tók ég mig en ef ykkur sér mig, jú, þetta var mjög dýrt. Ég svaka ríkur og flottur. Ég fór í mótun daginn og hérna, það var eitthvað fokk á því, þannig að ég þurfti að mæta aftur og ég hef bara ekkert gert það, sko. Ok. Nú að segja ykkur mát að ég er a veteran. Ekki að byrja að tala um Mercedes-klub árustalífi. Og máli, ég ekki manalega hvað það var svona þegar Mercedes-klub fór í gang og það var allt vittlust og öðrum. Fólk var að tróðast undir og stór slasast. Eina skiptist ná tróðstrekkur undir eitthvað slasast þá þurfa fólk að flýja ykkur á sér hestahátið þarna. En máli síðan á 3 mánuðum fóruðu frá því að gera allt vittlust, frá því að partí hans var grýttur á Blönduósi. Það er kveikjar í andlitið á sér, sko. Og það lendi í hostile crowd. Þannig ég segja ykkur, njótið þess meðan þið eru með all the fans og live the good life, sko. Það getur allt í hennu breyst, sko. Og ekki riðlast á okkur í gýrðingu, þá er ég góðum málum. Það var eitthvað hafið ekki. Já, það var þetta hafið, sko. Ég reynda að sé þetta ekki hjá þessu ykkur. Við fórum þetta 3 mánuði upp á toppin og niður. Það eru alveg lög hjá þeim, þannig ég er svona minni áhyggjur af þeim. Ég ætla ekki að lítið um Mercedes-klub. Ég var að bánsa með Mercedes-klub þegar ég var lítill. Er það ekki? Jú, auðvitað, ég mann sem spilaði upp í Bláfjöllum og ég á með einhverjum svona 2 vinnum mínum eitthvað og þau fengu okkur til að dreifa hérna Prins Pólo á krátið. Það var mættur á gigg það var í Bláfjöllum. Tílík veist. Þú skuldar honum eiginlega að fara núna og dreifa Prins Pólo. Já, ég ætlaði að ræða ég mætti ágríns að það var að gerast. Já, við þurfum að koma að kíkja á gigg. Ég er að sjá okkur, ég er með góðu lögfélagarnir. Já, ekki spurning, svo var að koma út bíómynd. Já, hvað er þetta bara sem það er búið að vera að taka ykkur upp frá því þið byrjuðu þið ekki? Svona nánast. Svona 2 mánuðum eftir að við byrjuðum þá byrjuðum að vera með upptökumann með okkur eiginlega hvert sem við fórum, sko. Ok, og flokkast þetta sem heimildamynd bara bandið eða? Já, bara heimildamynd hvernig þetta gerist svona hratt, sko. Bara frá því að gefa út og vera allt í henni að spila á
10 eða 13 busaböllum bara á 2 vikum eða eitthvað. Þetta var svona inspired af Avicii myndinni sko. Eða þannig. Og þú veist, það eru 2 félagar, Bergþór Másson, umboðsmaðurinn okkar og Vigni Daði Valtísson sem að leikstýrðinni. Og þú veist, við tókum eiginlega engan þátt í eftirvinnslinni, þannig að þetta er bara mynd okkur. Ok, ekki að. Þið eru að gera helviti mikið á sundtíma, þið eru harduglegir. Já, ég ránaði með það. Það er ekkert sem ég verið meiri metnað og þið verðist hafa hann drengir. En ég ætla áður en að ég slepp ykkur, þá sleppur enginn við að fara í gifta svo að drepa þeir og koma ykkur. Þið þurfið eiginlega bara að svara saman. Ok, Já, hvað velja hér, ég er svona 3 tónlistamenn sem eru, spilaði mikið á stöðinni og allir íslenskir. Ef þið þyrftu að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn og þetta eru Aron Kahn, MC Gauti og Herra Hnetusmjör. Damn. Byrjum á hverju myndið þið giftast. Þið þurfum ekki að svara saman. Ég myndi giftast Aroni Kahn. Já, ég líka, ég held það. Ok, báður myndið giftast Aroni Kahn. Af hverju? Ég er hann svo sætur. Já, bara sætur, við erum búin að vinna með honum og get nice bara eitthvað. Já. Þægilegur í umgengni. Já, bara svo nice maður. Ok, þá er það, hverju myndið þið sofa hjá? Sko, ég væri ekki til að beint drepa MC Gauta, við erum að spila í brúðköpun hans í sumar. Það myndi missa gegn mér. Það er svo tapa kæst það gengur eiginlega ekki. Þannig að ég veit ekki. Myndum við ekki bara láta þá berjast upp á líf og döð og svo segur hann með? Já, ok, það er bara sá sem vinnur í slag. Hvor myndi að hafa, Egill, nú ert þú nokkur hraustum maður, hvort myndi Hnetan að MC Gauti vinna í slag? Hnetan er svo mikið górilega eitthvað maður, hann myndi bara... En sko, Gauti er svona street strength. Já, Gauti líka, hann er að detta mikið sko. Hann er bara í 200 í detti. Við erum að láta þetta gerast bara. Ég myndi skrá hann að barda sér 50-50. 50-50 og þú ert nú okkar bardaði sérfræðing og þú og Steindi, það er að kemla betti. Það er bara hannig. En drengir, bara virkilega gaman að fá okkur, við óskum ykkur allsins besta. Og hvernig nálgast maður bíómyndina? Herru, hún er sér að kom á mánudaginn inn í Sjónvarp Símans og getur hort á hana bara með að sækja app. Sjónvarp Símans appið og í myndleiklum þá er þetta Sjónvarp Símans Premium. Bíókvöld í kvöld. Og við erum á leiðin á gig. Þið haldið áfram að dæla út slögur, þetta er ekki flókið. Dreifa Prins Pólo. Takk fyrir okkur. Bara takk fyrir komuna og hér kemur, er þetta ekki lagið sem svona ger allt vitlaust fyrst? Yes, Big Facts. I clubbed up. Ég er á klúbnum og ég er fucked up. Ég er á klúbnum og ég er fucked up. Ég er á klúbnum, já ég er clubbed up. Í samstarfi við Gullléttöl kynna aldamóta tónleikar Magni, Reymur, Birgitta Haugdal, Einar Ágúst og Gunni Óla. Þú mátt ekki missa þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Túborg Grön Léttöl kynnir Flóni 2 útgáfutónleikar í Austurbæ föstudaginn 15. febrúar. Miðasala er hafin á tix.is. Hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla á frábæru verði. Ískraft. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við erum eftir að gera við Apple-tölvur og veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkenndur þjónustuaðili Apple. Taktu þátt í einu stærsta sjónvarpsæventýri sem framleitt hefur verið. Þú getur horft á allar þáttaraðir af Game of Thrones á Stöð 2 Marathon og verið tilbúinn þegar loka þáttaröðin hefst í apríl. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2.490 krónur á mánuði á stöð2.is. Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is. Organic Human skotin eru auðveld og fljótleg leið til að auka orkuna í erli dagsins. Í þeim eru engin aukaefni, rotvarnarefni, litaefni né viðbættur sykur. Hugsaðu heilsuna og nældu þér í Organic Human. Gyros á Quiznos, gómsætur götumatur frá Grikklandi. Fáanleg sem vefja í nannvits heilkveiti flatbrauði eða sem salat með sesamdressingu. Gyros er hollari kostur. Quiznos, við erum á Ólís. Í meir en 2 áratugi hefur fyrirtæki Neocell einblínt á þróun og framleiðslu kollagenvara. Super Collagen frá Neocell er söluhæsta kollagenið í Bandaríkjunum. Þú færð Neocell vörurnar hjá Mamma veit best, Njálsgötu 1 og Laufbrukku 30 Kópavogi. FM
957 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Það er hárrétt hjá þessu fólki, þeir eru hér í að hlusta á FM 95 Blöð sem er í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg. Og talandi Keiluhöllina, þá er komið að spurningakeppni Gilsarans og það er King of Valentines. Til þess að tengja það við Keiluhöllina, þá var að koma út geggjaðu shakeaðum sem heitir Valentínus og shakein. Það er svoleiðis? Já, þannig að þið ætla að fá okkur shake helgina, þá myndi ég mæla með honum. Er Joe með hann? Já, ég smakkaði hann hérna þegar ég fór á Super Bowl, hann var geggjaður. Góður? Já, hrikalega. Maður ekki skættir einhvern veginn jarðabærisshake. Já, bara ógeðslega góður. Ég hef ekki smakað þinn samt, Rikki, þú ert með Hann er góður. Farðu dollar á hverju seldum shake? Nei. Fyrir bara í spurningkennina. Já, það er hvað, King of Valentines. Það var 5. daginn. Já, næsta 5. dag. Þannig að ég get ekki tekið þetta á föstudaginn næsta, því að þá var hann búinn. Ég veit það var rasnað mitt. Og það er gaman fyrir þjóðin að vita hver mun eiga geggjaðan dag. Ég bara líka fílósett með puttana og púlsinum. En hérna það eru á klöpta, djúlur er skemmtilega. Ég er held með þessum drengin. Það eru huge fans. Heldur betur. Já. Og fæ ég smá trailer eða hvernig? Trailerin er tindur. Þannig að við þurfum eiginlega að fara beint í þetta og líka klukkan er 18 mínútur í 6. Já, við ætlum líka að ná keppninu eftir. Já, það var pæling. Flottulega keppninu, við verðum að ná henni. Já. Og við verðum bara að rumpa þess af. Já. Hefur þið farið út að borða á Valentínusdaginn? Já. Ertu að tala með konu? Já. Preferably. Já, jú. Nei, ég er nú bara ekkert viss með það. Nei, kannski þetta bara heima á baki. Nei. Já, þú veist, heima í slökun eða á svona bög, ég veit ekki. Jú, pottið. Já, ég er einhvern mann. 1-1. Ertu í konstant sleik þegar þú ert í miðju samlífi? Hvað hefur það með Valentínusdaginn að gera? Það er svo sveitt. Konstant sleik. Þetta er aldrei pása á sleiknum. Er það einhvers? Veit það ekki. Nei, auðvitað. Ég er ekki konstant sleik allavega. Mér líður bara illa að svara þessu. Það líður illa að svara, þetta er bara basic spurningum. Ég bara veit ekki neitt sem er í konstant sleik. Ég meina, það þyrfti þá að vera, skilur, rosalega stutt kynlíf. Já. Því að maður verður einhvern veginn að koma upp á anda og herðu, hérna, já. Það er allavega nefn mig. En ertu mikill kossakallur og ert í kynlífið, Rikki? Mér finnst alveg gott að knúsa og kissa. Knúsa og kissa. Getur við farið í næst spurningu? Þú sagðir orðrétt. Mér finnst óslulega gott að knúsa og kissa. Farið í næst spurningu, takk. Þetta er að direct quote, sko. Þetta verður á leggstunniðinu. Mér finnst gott að knúsa og kissa. Ég held að Rikki sé nettur svona Kúrudýr? Nei, svona sleikall. Ég er ekki sleikall. Nei, ok. Getur við farið í næstu spurningu? Hefur þú skrifað ástabréf? Já. Ég held að þetta veri solid punktur og blond eða hver að skrifa þú ástabréf? Þetta er gaman að heyra, ég sé gegn í því. Hvernig varst þú í þessu, Rikki? 14 ára eða eitthvað. Hver fekk, hún varst að lucky lady? Ángrís manni ekki alveg hvað hún heitir, en hún bjó við hliðin á mér. Já, alveg sem eitt. Og ég hendi svo bara í póskassan og ég fekk engin viðbröð. Svaraði hann ekki? Þannig ég held bara áfram að ganga fram með hvort öru. Hún er haldið að vera mjög mikið creep. Settur þetta í póskassan? Hvað stóði í bréfinu? Það var í skotininu? Bara, kík í bíó og ég væri búin að fylgjast með. Nei, herru, ég væri búin að fylgjast með henni? Ég væri búin að, þú veist, vita skotininu? Já, eitthvað svoleiðis. Og spurður hann með bréfi hvort hann vildi að vera í bíó? Já, þú veist, ekki bara hvort þú vildi hittast. Og vaktaður svo á póskassan Ég held ég að sagt hvort við getum hangið saman, kíkt í bíó eða vídeospólu. Já. Sendur vídeospólu í gæsalapir eða? Nei, ég var 14 ára eill. En hljóstu alltaf niður og nývaknaður Rikkin. Já, ég viðurkenni, ég kannaði hvort það væri bref. Opnaði póskassan og það var tómur. Ég viðurkenni, ég kannaði hvort það væri bref. Það var aldrei bref. Hvað varstu búin að kanna marga mótna þegar þú gafst upp? Það hefur svona komið 10 eða eitthvað. Það var það búið. Jájá, en hérna ok, 2-2. Þetta er spennandi. Hefur þú sendt lemumynd? Nei. Það er ekki á kvenmann. Hvernig sagði ég á kvenmann? Ég frétt af því ekki. Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei spurt þig að. Ertu að senda vinuðinum myndra Ekki vinum, ég hef bara sendt einum manni. Af hverju óskupan? Það var að fyndið. Það var nýfann að læra á Snapchat. Mér varst að geða þetta fyndið. Þá vissi ég ekki að vera hægt að screenshota myndirnar.
Þetta er hræðilegt. Já, þetta var ekki gott. Rikki hefur sendt eina gamaldags limynd. Já, ég ætla að vona sér þetta hættir ekki. Þetta var bara í þetta eina skipti. En hvort tókstu svona, heldur símanu niðri og tókst lim og andlitið á í bakgrunni? Í þriðja og síðasta skipti sem ég segja þetta ég lá í rúminu, ég tilti símanum ofan á brjóskassan og tók mynd niður. Og varstu aroused? Nei. Ok, bara rólegur á. Mér finnst alltaf að ég sé einhvern svona bizarre sálfræðitíma þegar Egill með þetta. Mér finnst bara athyglisvert og að senda limynd. Ég gaf það. Ég hef reynda, við pæltum nú eins og í þessu í þættinu, ég Steindi og Egill, og mér fannst það lókist pælinga að liðið sem að senda þetta svona, það komið með aðeins í hann eða hvort að senda, þú varst með hann alveg linnan eða ekki? Ég var að senda þetta í gríni á Kitta Páls Sölumann í sporthúsinu. Já, var hann alveg dauður hér? Já. Þú veist ekkert eitthvað aðeins byrjaði að... Nei. En ef þú ætlar að senda stelpu, verður nú alveg hreinski, við höfum rætt þetta, það er ekkert verið að grilla því þetta ekki. Munduru hafa hann í afslöpun eða munduru verður komið smá líf í hann? Ég bara kýsa að svara þessu. Takk. Okay. Já, en það er 3-2 fyrir Richard því að hann hefur sendt limynd. Já, ég bara skal gladur tapa því í stíði. Setur stundum lag á fónin rétt á hann að fara á bak, eins og til dæmis Beautiful Day með U2. Ég meina það hefur gerst. Ég sett lag undir. Það lappar í græðunar og velur eitthvað lag og setur það á fónin. Ekki eitthvað lag, þú setur bara á tónlist. Romantíska tónlist. Nei. Ég var ekki Cozy Blue. Ekki Cozy Blue, nei. Jú, það hefur nú ekkert maður verið. Ég get endilega Beautiful Day, ég vil aldrei vera Beautiful Day. Ertu bara að tala um tónlist? Já, félagið mér var alltaf að vinna með Beautiful Day og... Já, nei, það hefur verið tónlist undir þegar ég hef stundað samlífi. Já, okay. Það hefur verið hjá mér líka. Oft og mörgursinnum. Það er punktur á blöð og punktur á... Hvað velur YouTube ekki? Ég er ekki YouTube, ég var bara með létt 96,7 og eitthvað. Hæ? Bara Þú ert að stunda kynlíf? 96,7? Það var eitthvað bara á í sjónvarpinu, þú veist, það var bara með á og það var bara eitthvað svona cozy tími. Já, það er skrítið. Heldur þú að fáið romantískt valentínsarjafl? Nei, það er ólíklegt. Það verður ekki tengt einhverju valentínsinu. Af hverju er ekki þessi maður kannar bak og fyrir? Það er enga líkur ég fáið valentínsarjafl. Ég get alveg lofa því og ég held með henni svona sé að hlusta. Ég var að segja þessi helgi dólíklegt hjá mig líka. Ég get ekki stólað þessu punkti. Það verður að teljast ósennilegt. Það er pottitt enginn að fara að fá svoleiðis. Nú er ég gambling man. Ég myndi setja dollar á Rikki fái valentíns og jafn, sko. Af hverju ég? Ég er bara þetta því að þú ert romantískur og setur létt á hann að fara bak, sko. Það var eitthvað einu sinni eitthvað tvisar. Hvað verður þetta núna þema þessi alltaf í létt 96,7? Nei, alls ekki. Ertu baller og átt bimma eða Benz? Já. Þarna svaraði Rikki hratt. Skammaði sín ekki fyrir þennan punkt. Það er punktur á Richard Blondell. Þú veist alveg hvernig bíl ég á. Ég þarf ekki að svara 12 miljonar krónar Benz. Nei. Það er punktur á báða hana. 5-4. Ég sá þeirra strauðið debitkortið. Það er frekar spennandi. Debitkortið? Á jafnvel að nýta eldús í eitthvað annað en eldamennsku á valentínsdaginn? Nei. Elda eitthvað góða mat og læt þar við sitja. Það er sem þetta er að ég minna akkur þú veist að það gera maður staðan í eldúsin að bara elda. Já. Er þetta komið það? Er Rikki King of Valentine's Day? Það er 5-4. Já, geti jafnaðan. Ég er með 2 spurningar eftir. Já, gott með þessu villis. Hefur þú stundað frábært hádegi samlíf síðustu 3-4 mánuði? Hvað hefur það með Valentine's daginn að gera? Ég er með það concept sem heitir King of Valentine's. Og þetta tengist honum bara ekkert. En ég hef nei á mig þetta. Hádeginu síðustu 3-4 mánuði. Já, getur nátt átt inn. Eða ekki? Jó. 5-5. Sko, ég borða mat í hátinu og það er blöð á baki, sko. Nei. Það ræðist munur á bara á lífsgæðum á einu 2 mönnum. Það var blöð og gelsarunum. Það var í þingu á sunnudegi. Ég sitt með laxinn á skrifstofu. Já, einmitt. Er það að vinna á sunnudegi? Ég ætla að hugsa til því næstu er að Heiðu þarna terrorstiðin, maður. Þú sem semur þessa ógæslegu þvælu hérna. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Það er 5-5. Það er síðan spurningin. Okay. Hefur þú sett rauðan borða
á jafnaldran og komið frúnni óvart í góðu Valentínus að flippi? Nei. Anskot, það er dead time. Finn í þessum ógeðslega leik. Enga líkur á að ég muni hætta. Ég leita að svörum. Við sjá hversu hátt upp við förum, standandi á mínu svölum. Nótin blinda tilfinningarnar og nótin það sem við stefnum. Stökum saman milli hindrana. Okkur langar svo við testum. Stundum forðust við hvort annað. Gerum hluti sem að má ekki. Hef ennþá mjög mikið að sanna. Sé eftir hlutum sem ég sá ekki. En alltaf stöndum við eftir. Þó við týnust í myrkrinu. Finni hver sem ég stefni. Því ég veit eina sem ég hugsa þú. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Takk alveg fyrir þetta, varst að gera þetta viljandi. Svo mikil fá þessu. Sá varst með dróðfulla gætin. Ákveð það borða núna, þátturinn okkur beisli gang til eftir þátt. Af því að ég er bara í bildur, ég þarf að klára síðustu máltíðina mína fyrir klukkan 6. Síðan hann að fara að halda frá að vinna, veist, við förum heim. Nei, ég er að fara að halda frá að vinna sjálfur. Ég er að fyrir myndatöku fyrir aðtunum með nokkar. Það er rétt. Hvernig, talandi hvað menn er að fara að gera í kvöld, hvað er þú? Ég er að fara í myndatöku, Rikki er að fara að lýsa. Ég er að fara í brúðkaup. Brúðkaup? Ég þarf að slaka öllum á rauðu niður. Hver að gifta sig? Mamma Gurri og maðurinn hennar, Eiríkur, eru að fara að gifta sig. Nú, tengd á. Já, og ég slaka nokkur niður þar, ég á það skilið. Og síðan ætlaði að kíkja í bíó og morgunið inn á Arctic. Ég var að heyra að hún var helviti góð með Mads Mikkelsen. Já, hann er eitthvað mjög svalur. Og já, síðan ætlaði bara að rífi hrikalega byssu líka um helgina. Það veit ég, þetta er helgi mín, hvernig er ykkar? Ég ætla að taka á eftir fyrir radunum með nokkar. Svo ætla ég heim og horfa. Það var sexy og reyður í myndtökuna? Nei, bara að reyna að vera léttur að því held ég. Svo er Tindastóll stjarnan og mínir menn verða að vinna þann leik. Guðminn, góður. Ég er að fara að lýsa Valur IR núna eftir. Tók brennslinn í morgun núna með ykkur og Valur IR og enda sennilega með að skúra án ég loka móti kvöld. Þú mættir í vinnununa 5.50. Já. Þú ert að vinna til 10 kvöld. Eitthvað svo leis. Á morgun þá ætla ég að þykja mér handleggina. Já. Er allir að fara að þykja okkur handleggina? Já. Það er byssur á lögati. Svo reyndar ég er mjög peppað fyrir. Ég er að fara í Keilu annað kvöld. Hæ? Já, það er Máka landsinni fyrir í Keilu. Day of Fun morgun. Ég er mjög peppaður. Já, það er bara ein Keiluhöll á Íslandi. Þannig að hlýtur að vera á Joe. Góða bútur, hann er enda frá að opna aðra en. Já, þetta þeir okkur heldur vel, hún er bara niður í bæ. Hvað veistlaði það maður? Og bara keila og röldu og ráa sér niður í bæ. Það var eiginlega opna hana bara sem fyrst. Já, rétt. Þannig að þetta verður hressandi helgi svona þá United í hátteginu á morgun. Fulham United. Við ætlum að sækja þægilega. Já, þetta er sko, enska dildin er mjög spennandi ár. Það er, City og Liverpool náttúrulega berjast undir titilinn. Mikil baráttu fjórðasæti og svo stefnir í alveg fallbaráttu líka hana. Það er sérstaklega hjá 18. sætinu. Já. Þannig að, vonandi þið góða helgi, kæru hlustendur. Klukkan er 4:06 og við erum að kveðja. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag. Allavega ég og Egill, það er spurning hver verður með okkur. Já, ég meina, annarkvæmt þú Richard aftur eða eða eitthvað ekki svetkik. Þið bara kalli kútsar, ég er klár hvernig sem er. Já, gott að heyra. Við ætlum að reyna að róta þessu eitthvað en það er aldrei að veita að Rikki komum bara aftur. Það var mjög gaman hérna hjá okkur í dag. Góða helgi, kæru hlustendur og áfram Tindastóll í kvöld. Þið afsakið það, stjörnu menn. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Argviðburður í samstarfi við Gull Léttöl Kynna. Ekki missa af þessu. Nánarinn á tix.is/aldamót. Glútenlausir pizzubotnar. Black Box Borgatúni. Verður þú meistari hins farsæla sparnaðarreiknings? Taktu þátt í meistaramánuði í Íslandsbanka í febrúar. Skráðu þig í sparnað á netinu og náðu þínum fjárhagslegu markmiðum. Íslandsbanki. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.